Akureyrarbær veitir árlega garðaviðurkenningar fyrir fallegustu garða bæjarins. Í ár vakti lóð Háskóla Akureyrar athygli dómnefndarinnar og hlaut hún viðurkenningu í flokki fyrirtækja. Á sínum tíma var haldin opin samkeppni hönnun húsnæði skólans og lóðarinnar í heild og voru fyrirtækin Gláma Kím, Landslagsarkitektar, Raftákn og Almenna verkfræðistofan fengin til þess að vinna saman að hönnuninni. Það sem einkennir lóðina er þetta samspil úti og innirýma, hvernig útirýmin vefa sig inn í bygginguna. Þannig að þegar þú ferðast bygginguna þá ertu samhliða í tengslum við náttúruna og við útirýmin. Getur farið út dvaliðar eða horft á þau úr byggingunni. Það svona þetta samspil sem einkennir lóðina. Og þetta nokkuð stór lóð? Þetta feikna stór lóð í heildina. Þannig að í rauninni má segja að það sem næst háskólanum náttúrulega bara lítill hluti af lóðinni. Þeir eiga náttúrulega svæði hér allt í kring og eiga náttúrulega í rauninni lóð hér fyrir neðan líka þannig að þetta gríðarlega stór lóð. Það samt mikil steypa hérna og sumum finnst kannski full mikið. Hvers vegna var öll þessi hellulögn fyrir valinu? Þetta náttúrulega þessi eilífu slagsmál milli þeirra sem vilja vera á bílum og hinna. Og þetta var í rauninni á endanum málamiðlum fjölda bílastæða. Upphaflega átti þetta torg að vera garður. En þegar að koma útfærslunni þá voru kröfurnar fjölda bílastæða ansi háværar. Bæði fylgdi það deiliskipulaginu, þar sem var krafa tiltekinn fjölda stæða og svo var náttúrulega bara krafa frá bæði nemendum og kennurum að geta komist á bíl. Þannig að það var það sigla milli skess og bár í þessu og þetta niðurstaðan. Hvað finnst þér hafa tekist best varðandi hönnunin á lóðinni hérna? Það sem ég finnst fallegast í rauninni þetta uppbrot á lóðinni, þar sem hún vefur sig inn í byggingarnar og verður hluti af byggingunni. Það finnst mér fallegast. Og samspil af innirýma og útirýma og ólíkt yfirbragð á einstökum rýmum. Það ég ánægðasta með. Þannig að þegar þú ferðast húsið inni og horfir út, þá útirými hluti af byggingunni. Þannig að þetta ekki meðhöndlað sem aðskildir hlutar, heldur þetta unnið allan tíma sem ein heild. Garðaviðurkenning Akureyrarbæjar ekki fyrsta viðurkenningin sem háskólinn hlýtur, því byggingin sjálf hefur hlotið allmörg verðlaun til að mynda byggingalistaverðlaun Akureyrarbæjar og menningarverðlaun DEVAF. 6 inngarðar tengjast byggingunni og fengum við sigur til þess að ganga með okkur 2 þeirra. Jæja, þá erum við komin í einn af þessum svokölluðu inngörðum háskólans. Já, þetta svona lítill garður sem liggur á milli kennslustofa annars vegar og svo gönguleiða að kennslustofunum hins vegar. Þannig að nemendur þegar að slaknar á athyglinni þá geta þeir horft hingað út og láta sig dreyma. Og hér hefur svo sannarlega tekist vel til með að ná hérna grænu svæði inn á milli þessara bygginga. Já, mér finnst þetta hafa tekist mjög vel við og lukkast vel. Fallegu gróður og andrúmið rólegt, þannig að við erum alveg feikilega ánægð með þetta. Þetta bara eins og bestur ákosið. Við skulum kíkja í einn annan svona innigarð sem aðeins öðruvísi heldur en þessi græna vín hérna. Gerum það annað yfirbragð. Þá erum við nú komin hérna í annan innigarð og það nú svona aðeins önnur stemming hér heldur en í þessum sem við vorum í áðan. Meiri steypa hérna. Þessi garður hann tengist fyrirlestrarsal skólans og í rauninni hugsaður sem úti fyrirlestrarsalur. Þannig að hér í endan er í rauninni svið sem ættir að tengjast rafmagni og hljóðbúnaði og slíku. Og svo er í rauninni hellulögt snjóbreytt svæði hérna fyrir utan fyrirlestrarsalinn. Þannig að hvort sem eru fyrirlestrar eða ráðstefnu þá geta menn opnað þessar hurðir. Það eru 5 hurðir hérna á salnum og gengi hér út. Og svo hérna megin aftur á móti eru skrifstofur og þá settum við upp þennan vegg hérna sem að plöntum hér skógatoppi sem að mun vefa sig inn í þessa grindur, þannig að hér verður svona eins og grænn veggur öðrum megin í garðinum. Þannig að þetta dæmi í rauninni
garð fyrir fjöldan og minni garðarnir eru kannski fyrir færri sem draga sig út úr skólanum og eru í rólegheitum. Svona innveru, rómantískar stundir. Já, þannig að þetta er svona ólík not en fjölbreytt. Og þetta eru sem sagt 6 mismunandi inngarðar sem tengjast við bygginguna? Það eru þessi litlu garðar sem að tengja saman í rauninni bygginguna og náttúruna hérna í kring og svo eru sem sagt einn aflokaður garður sem tengist mötuneyti og kaffiteríu skólans þar sem að nemendur geta matast úti og svo er það í rauninni síðan stærsta rými sem er Háskólatorgið sjálft sem er fyrir framan aðalbygginguna þar sem gengið inn. Það er sem sagt nóg útirými hér fyrir háskólanemendur ef þeir vilja njóta náttúrunnar. Já, við teljum það að þetta sé vel fyrir komið og það er allir að geta fundið stað til þess að smóka sér út á og dvelja.